það komin tími til að hafa eitt vídeo á íslensku, þannig við ætlum að gera svona nálægt vídeo heilun og svona cozy, laid back heilun, ok? Ég vona að þetta verði allavega mjög slakandi fyrir ykkur og ég ætla að nota reiki, ég nota alls svona tól eins og svona fyrir slökun og til að hrista upp orkunni líka í árunni. Já, og svo mun ég örugglega bara fylgja innsæinu og hreyfa við orkunni á þann hátt sem kemur til mín. Þannig ég vona bara að njótið og ykkur er velkomið að setja ykkur ásetning inn í vídeóið og bara hvað það er sem þið myndi vilja fókusa á. Það er ekki skylda, þið þurfum við þess alls ekki. Það er nú að vera bara viljur að taka móti og að leyfa orkunni að taka svolítið á skarið, taka við og treysta að hún muni fara og gera það sem er best fyrir því akkurat á þessar stundu. Ef þú þekkir mig ekki, það heiti ég Sunna og ég geri svona heiluna vídeo hér á YouTube og er heilari og skegn og er líka tónlistakona. Bara velkomin og væri rosa gaman að heyra frá þér í kommentunum, sérstaklega ef þetta hjálpaði þér. Þannig að við ætlum að byrja á að kveikja á reykelsi. Við ætlum að hreinsa orkuna í kringum okkur, bara í okkar rými, í þínu rými og mínu rými. Bara aðeins setja svona setja okkur í stellingar í rauninni. Orkulega séð, tilfinningarlega, líkamlega. Það er svo gott að hafa svona ritual fyrir sessions. Aðeins kveikja í svo aftur, slokna það orð. Ef þú ert ekki vanur vant orkuheilun yfir höfuð, þá skiptir ekki máli hvort við séum saman í rýminu eða ekki. Og það sem við segjum á ensku, through time and space, þetta er bara umfram tímarúm og rúm. Þannig að þó þú sért bara að horfa á þetta í tölvu eða síma, þá virkar þetta alveg mikið og ég set skýrtan ásetning að þetta skilir sér til allra, hvenær sem er, hvaðar sem er. Og þú getur horft á þetta vídeo aftur og aftur, ef þú vilt. Ég er búin að kalla þess á reiki í orkuna og ég ætla að leyfa henni bara aðeins að flæða til ykkar. Seiki, seiki, seiki. Hansha seishonen, hansha seishonen, hansha seishonen.
taka á móti, það öruggt að taka á móti, þú átt skilið að taka á móti, þú átt skilið, þinn líkami á skilið að geta slakað á þess að þurfa að vera með einhverjar áhyggjur að það sé alltaf eitthvað slæmt sem gæti gerst. Og þetta eins og allt annað bara æfing. Ef við höfum lent í ýmsu sem hefur bara kennt okkur að það sé ekki öruggt að vera líkamannum eða bara erfitt að slaka á. Það alltaf ástæði fyrir að við byrjum, ef okkur líði þannig, en það æfing ofta að komast út úr því og þú getur komast út úr því. Sem að horfa hvað sem þið eruð, hvar sem þið eruð, hver sem þið eruð, hvenær sem að fókus á hjartaðið núna, ok? Og með hjartað það svo mikilvægt að vera mild og allt sem við gerum að gera ekki of mikið alltaf í einu því að hjarta okkar rosa viðkvæmt, sérstaklega ef við höfum lent í mikið áföllum. Þannig að stundum bara nóg að bara rétt svo bara ok, aðeins að fókusa á hjartað aðeins að gera mikið. Við ætlum bara að senda rosa mikið ljós í hjartað. Þú getur líka tekið þátt í þessu núna með því bara viljandi að mýkja allt í kringum hjartað. Þannig að oft erum við búin að búa til einhverja veggi og einhverja varnir sem við kannski fattum ekki að sé ekki hjálpa okkur í dag. Þá bara svona rétt aðeins að ímynda okkur allt mýkist eða bara að varnir detti niður. En stundum getur það verið of drastískt að gera það. Þá getur ímyndaði bara ef þetta veggur, við getum líka bara að tjúna inn í það, hvað það fyrir utan með þitt hjarta er þetta járnveggur, er þetta klaki, girðing, steinn, er þetta múrveggur, og þá bara getum við svolítið umbreytt því í eitthvað mýkra og þarft ekki eins og að ákveða hvað það umbreytist í, bara vera með því og bara svona breyta því þannig að það verði bara allt svona einhvern veginn svona wobbly og mýkist upp. Og ef þetta ís þá náttúrulega auðvelt að sjá bara fyrir sér hann bráðni. Og ef það múrveggur þá kannski bara ímynda sér að þetta sé steypa áður en hann harðnar. Og við ætlum bara aðeins að sannfæra hjartað að það sé allt í lagi. Það sé allt í lagi að mýkjast aðeins. Við erum ekki að stökka út í djúpulaugina og sleppa öllum vörnum. Við erum bara örlítið að mýkja. Þá ætlum ég að fara aðeins niðar í sakralstöðina og rótarstöðina að því að mér finnst þess að það sé svolítið þurfa athyglinna mína og okkar. Ég bara leyfa reiki að flæða þangað.
Chokore, chokore, chokore. Seiki, seiki, seiki. Honsha seishonen, honsha seishonen, honsha seishonen. Það er öruggt að taka á móti. Það er öruggt að taka á móti. Þú mátt slaka, þú mátt slaka. Og þú mátt finna fyrir öryggi, það er hægt. Fara yfir bara í að leyfa innsæðinu mín að taka yfir. Okay. Ég ætla bara að reynsa og slæta út. Beinum athyglinni aftur á líkamanum. Aðeins eða smá tíma í krónunni, þriðju auganu, hálsstöðinni. Draga orkuna niður þegar ég finna sem ykkur er með. Hvort þið finnir fyrir þrýsting í höfðinu, þá bara stundum nóg að bara draga orkuna niður. Ég geti gert það sjálf. Bara jarðbindana og bara einblína orkunni, beina orkunni alveg beint niður í jörð og út af við í allar áttir. Selen nýtið alltaf traustur félagi andlar eins og ýmislegt.
mega mjög vel við þessa dagana því að það er rosa marga plánetur núna í hrúti. Ég er ekki stjörhæðin einu svona stjörnukortadæmi en ég er alltaf meðvituð eitthvað sem hefur áhrif á mig og ég er með rosa mikið hrút í mér.
horfa. Ég vona að þetta hafi hjálpað ykkur að slaka á og vonandi heila eitthvað dýpra. Látum endilega vita hvort þetta hjálpa ykkur og hvort þið viljið sjá eitthvað sérstakt og hvort ykkur finnst gaman að fá svona myndband á íslensku og sérstaklega þið sem eru íslensku og alltaf gaman að heyri ykkur í kommentunum. Ég mun gera vídeó þar sem ég mun syngja meira, hvort sem verður svona aðalega syngur, en já, ég bara að senda svo mikinn kærleik til ykkur allra og bara vona að ég reyndislega rest af deginum, kvöldinni eða nóttinni, hvað sem þú ert. Þangað til næst.